við ætlum að tala söguna og sögukennslu. Sagnfræðingafélagið var með ráðstefnu í vikunni og sögukennslu í skólum og eru komnar hingað tvær til þess að ræða þetta við mig. Auður Þóra Björgólfsdóttir sem formaður félags sögukennara í framhaldsskólum og Súsanna Margrét Gestsdóttir sem lektor í menntavísindasviði Háskólans. Heyrðu, ekki allt í lagi með sögukennslu í skólum? Jú, það allt í lagi með hana. Það bara ekki nógu mikið af henni. Það snerist nú málþingið á þriðjudagskvöldið. Á hverju vantar meira af henni? Hún hefur náttúrulega bara horfið mikið til á liðnum árum. Og annars vegar sjáum við hvernig staðan í grunnskólanum. Það sem að ekkert í neinni stundaskrá sem heitir saga því hún hluti af samfélagsgreinum og samfélagsgreinar hafa rúmlega 11% af kennslumagni skóla samkvæmt viðmiðun og stundaskrá. Og ná yfir ótal fög og saga aðeins eitt af þeim og hin eru landafræði og félagsfræði og trúarbragðafræði og lífsleikni og guð veit hvað. Og svo lítum við til framhaldsskólana þar sem að saga hefur víða horfið af ákveðnum námsbrautum í sumum skólum eftir að nám til stúdentsprófs var stytt í 3 ár sem komst endanlega til framkvæmda 2016. Hafði þá verið í lögum 8 ár á undan. Auður, sér þú nógu langt aftur til þess að geta fundið það að nemendurnir sem kom upp í framhaldsskóla hafi minni sögubakgrunn á baku sig? Já, ég nú búin að kenna í tæp 16 ár og maður spyr alltaf nemendur. Þú sér þetta á 16 árum að þetta hrörnar? Já, ég finn það alveg. Og maður spyr auðvitað alltaf nemendur, það er alltaf fyrsta sem ég geri þegar þeir eru að byrja hjá okkur á fyrsta ári. Hversu mikla, eða svona, hvað munið eftir að hafa lært í grunnskólum sögu? Auðvitað munaðu ekki allt eðlilega. En maður heyrir að það er rosalega mismunandi eftir hvað skólum nemendur koma úr, hvað mikla sögukennslu þau hafa fengið. Og auðvitað er það líka bara því að kennararnir sem eru að kenna samfélagsgreinar eru líka með mjög mismunandi menntun og leggja þá kannski meiri áherslu á sína faggrein eða eitthvað svoleiðis, en auðvitað er líka ætlað að kenna svo margt. Og þannig að já, ég finn fyrir þessu. Því miður. Þetta versni. En af hverju er þetta mikilvægt? Af hverju er mikilvægt að kenna sögu? Þarf maður að hafa söguskilning, vita hvað maður staddur í einhverju sögu? Já, mér finnst það eiginlega að maður ekki þurfa að vera rökstiga það. Mér finnst það eiginlega hálf kjánalegt að við séum hérna í dag og séum einhvern veginn að reyna að réttlæta það að kenna sögu. Af því að manni finnst það eitthvað svo sjálfsagt. Ég meina, bara til dæmis, ég kenni kvennaskólanum og kvennaskólan á sér mjög langa sögu. Og þegar kvennaskólinn var stofnaður, þá var það eina greinunum sem að stelpunum var strax kennt og það var nú meiri segja Páll Melsteð sem var maður Þóru Melsteð sem þau stofnuðu skólan saman. Hann kennti sögu bara í sjálfboðavinnu í kvennaskólanum af því að þeim þótti þetta svo mikilvægt. Svo fór hann yfir í MR og kenndi ekki að greiðslu og þannig að sagan hefur alltaf verið mikilvæg og hún er ekkert minna mikilvæg fyrir okkur í dag. Hún er kannski bara ennþá mikilvægari fyrir okkur. Bara því að við sjáum hvernig við erum að misnota söguna í kringum okkur og það er svo margt. Við höfum bara gott að læra sögu. Öll. En svo svona ef að það er að saga sé mikilvæg, að þá eru þeir sem þau sem að stýra skólunum, finnst eitthvað annað vera mikilvægra? Ég stýra skólunum, menntamála yfirvöld eða eitthvað svoleiðis. Hvernig einhverja hluta vegna gerist þetta? Einhverja hluta vegna gerist þetta og nám til stúdentsprófs var stytt á sínum tíma að því ég til algjörlega að óþörfu vegna þess að röksemdina það væri mikilvægt að íslenski nemendur getur lokið stúdentspróf á 3 árum eins og nemendur í nágrannalöndum. Sú röksemd er frábær en þetta var möguleiki í næstu því öllum af rúmlega 30 framhaldsskólum landsins og hafði verið síðan 1966 þegar menntaskólinn við Hamrahlíð var stofnaður. Því að langflestir þessara skóla eru áfangaskólar og þar hafa nemendur alltaf haft tækifæri til að gera þetta. En nú stundir og síðustu ára þá hafa straumar og stefnur í menntun lotið að því að láta hlutina ganga hratt og örugglega, koma fólki út á vinnumarkaðin og svo framvegis. Aukin framleiðni. Aukin framleiðni á öllu mögulegu tagi, meðal annars framleiðni stúdenta. Og þá er ekkit svigrúm fyrir það sem að menn geta ekki auðveldlega mælt gagnið af. En
Við erum ansi mörg víða heim sem að höfum rætt það í mikillega alvöru hvað það þýði ef að sögu vantar inn í menntun fólks. Og nú ætla ég bara að leyfa mér að hljóma eins dystopísk og mér finnst tilefni til vegna þess að það hefur bara slæmar afleiðingar ef að fólk þekkir ekki samhengi hlutana, heldur að allt sé glænýtt, allt sé auðkeypt og svo framvegis. Og þetta sjáum við náttúrulega með eigin augum í okkar eigin samtíma. Það er í fréttunum, það eiginlega allt orðið fordæmalaust eins og fólk munir bara ekki neitt aftur fyrir síðustu áramót. Akkurat, og hvernig á að vera hægt að skilja eitthvað eins og ferla flóttamanna í heiminum eða stríðið í Úkraínu ef að rætur þess ekki skoðaðar. Verkalýðsbaráttu. Og svo mætti lengi telja að sagan tengist náttúrulega nákvæmlega öllu sem að gerir hana að alveg sérstakri kennslugrein og fyrir mér sko þungvægasta röksemdin fyrir því að það sé nauðsynlegt fyrir fólk að læra sögu, svo að í vönduðu sögunámi þá þjálfuð til dæmis heimildarýni að bera saman hvaðan upplýsingar koma, hvað býr að baki, í hvaða samhengi voru það settar fram, vakti eitthvað fyrir höfundum, að skoða ólík sjónarhorn, sitt sýnist hverjum þó að sameiginlegur kjarni sé. Og ef að þetta og fleira sem við köllum sögulega hugsun, ef að þetta nýtist ekki borgurum samtímans við að rýna í fréttir og skilja heiminn í kringu sig, þá veit ég ekki hvað. Nei. Og engin kennslugrein getur höndlað þetta á sama hátt eins og saga. Nei. En ef þetta svona, að þau sem að taka ákvarðanir, sem að leiða til þess að það dreigið úr sögunámi, það fólki sem lærði sögu meira. En það vissulega metur þann ekki. Nei, kannski líka mjög svona stutt munni eða eða það eitthvað í samtímanum það sem að bara við leggjum minna upp úr sögu. Þetta stundur sagt svona með nútíman að við tilfinninga við séum að lifa árið 0 endalaust. Já, ég held samt reyndar að margir haldi líka að nemendur fái miklu meiri kennslu í sögu í grunnskóla en verið í raun fá. Já. Ég held líka að það sé mikill svona misskilningur þar. Og meiri segja svona, að þau halda svolítið, margir halda grunnskólinn sem svolítið búin að afgreiða þetta, nemendur sem búin að læra sögu kannski í 10 ár og af hverju þá að vera að kenna þeim svona mikla sögu í framhaldsskóla. En það bara ekki þannig. Og ég meina sumt í sögunámi líka þess eðlis að fólk þarf að hafa ákveðin þroska bara til þess að geta tekist á við það. Þannig að það ekki hægt að kenna allt bara í grunnskóla heldur, þó svo að veri gert. Þegar ég var í skóla, sem lótt síðan, þá lærið við náttúrulega með þess að biblíusögur, Já. Og þær voru nú bara eins og drottin hafi fært okkur þess. Bara engin efi það. Íslandssagan var svona meir og minna inntak sjálfstæðisbaráttunar. Við vorum frábær, svo mistum við aðeins þráðinn, náðum aftur og erum bara honum góð. Mangisagan var líka svona dýrðaróður til eiginlega Vesturlanda, svona framþróun tækni og hugmynda og hvernig var hægt að byggja upp og ég held að við svona endaði í svona Sameinuðu þjóðakaflanum hvernig væri svona alheimskerfinu var sett á. Þetta allt svona einfaldi söguþráðir sem að fólk kaupir kannski ekki í dag. Er hægt að búa til söguefni sem ekki mun bara valda svona pólitískri deilu það hvernig sagan ætti að vera. Þarna ertu náttúrulega komin að því að engin námsgrein eldfimari heldur en saga og hún hefur alltaf verið notuð í pólitískum tilgangi. Allavega ég var lamin með þessum sögum sem ég var að lýsa. Akkúrat. Og þarna ert þú náttúrulega að upplifa hreinlega arfleið sjálfstæðisbaráttunar, þar sem að það hefur eflaust skipt mjög miklu máli fyrir örþjóð að geta hort aftur til einhverja meintrar gullaldar og nýtt sér hana. En einhvern tímann hljótu við nú að þurfa að þroskast upp úr því. En það sem að hefur gerst á síðari árum auðvitað bæði það að við erum að taka æ fleiri sjónarhorn inn í sögukennslu, sjónarhorn fólks af erlendum uppruna sem býr hér, hinsegin sögu, umhverfissögu og svo mætti lengi telja. En líka það þegar við erum að velta fyrir okkur hvernig standi á því að það hefur dregið úr sögukennslu, að það hefur líka hreinlega fjölgað viðfangsefnum nemenda og þegar að farið að tala alls konar ný viðfangsefni sem að verða einhvern veginn að fara fram í skólanum eða takast á við í skólanum, þá verður náttúrulega eitthvað undan að láta. Og þess vegna vil ég nú endilega koma því hér að sagan ekkert eina námsgreini sem best fyrir lífi sínu langt í frá.
En við auður teljum náttúrulega að hún sé einstök og hagnýt, þó að margir átti sig kannski ekki á hagnýtu gildinar því það er erfitt að mæla það. Getur munur verið eins og ég er að fyrir 50 árum þá hefur bara verið meiri friður söguna, þetta er bara sagan, en svo þegar sagan verður margbreytilegri að þá verður bara minni friður hana, getur það verið, að hún svona, að því að raunverulega ætti að vera meiri tími að kenna flóknari sögu. Já. Það er örugglega eitthvað til í þessu. Þegar það er farið að draga inn öll þessi sjónarhótt sem að bara gera hlutina flókna og þegar að við erum ekki lengur bara með eina sögu heldur margar. Og það hefur náttúrulega, það er annað, ef ég má grípa orðið hérna auður. Já, auðvitað. Að á heimsvísu þá hefur fólk líka haft tilhneigingu til að gera söguna ægilega persónulega. Og það sem að mér finnst vera mikilvægt í sögu, það hlýtur að vera alveg jafn mikilvægt eins og það sem að einhverjum öðrum finnst og hvers vegna ætti þetta að standa í kennslubókunum en ekki annað og svo framvegis. En þegar að fólk lærir sögu, þá kemst það að því að hún er fræðigrein sem að lítur ströngum lögmálum og til dæmis sögulegt mikilvægi, það ákvarðast ekki af persónulegum smekk, ekki frekar en fréttagildi, atburða og svo framvegis. Og þetta lærist bara í sögu, komum við aftur að því. En þá þarf það að fá sögukenslu. Já, vandaða sögukenslu. Sem snýst meira en bara að safna staðrendum og þekkingum og geta staðið sér vel í borðspilum eða getur betur. Stundu finnst manni, þegar maður hlustar á svona almenn umræðu, að það hafa voruð svona skil á söguskilningi. Að maður reynir að fylgjast með það sem að sagnfræðingar eru að endur með Íslandssöguna, linnulaust og eitthvað svona. En það er eins og það er rannsóknir rat ekki inn í svona almenna sögu eða söguskilning. Og svo þegar maður hlustar á stjórnmálamenn sem að vísa í þetta, því að stjórnmálar eru sömuleyti byggð á því að þú þarft að vera staðsett einhvers staðar í sögunni til þess að geta höfðat, eða þú getur ekki talað við hópinn nema að sé svona hugmyndum að við séum einhvern veginn í sömu sögunni. Að þá hugsaði maður stundum bara þetta er eitthvað bara frá 1940 eitthvað, þú veist þetta sem er verið að bjóða mann upp á sögu átökin. Getur þetta verið eina hættunum þess að við ef að sagan gefur eftir? Ég veit það ekki, en það þyrfti nú kannski að koma út nýjar kennslubækur til að nýjustu hugmyndar í sagnfræði getur skilað sér allavega inn í kennslubækurnar, það væri kannski ágætt spyrjun. Þú vantar það? Það vantar alveg algjörlega, já. Og hvað er verið að kenna? Hvað svona bækur er þú að kenna? Ég er að kenna bækur sem að eru Gunnar Karlsson? Nei, ekki reyndar, en það er verið að kenna bækur eftir hann og bara, já. En þær eru kannski hvað gamlar. Ég var með bókina, eða bækurnar sem ég er að kenna, var ég með í framhaldsskóla, þannig að kannski segja eitthvað. Það hafa ekki komið út bækur á framhaldsskólastígi í rúm 20 ár. Í rúm 20 ár, já. Frá því í kringum 2000. Þær eru allar að koma, það sem er verið að nota núna er að koma út svona í kringum 2000 og aðeins fyrir 2000. Og svo reyndar bara svo komið fram, það kom út bók árið 2020 svona vefbók, en það var sem sagt í raun og veru endur útgáfa af einni þessara bóka og með svona smá viðbótum, en ekkert alveg svona nýtt efni, það sem er bara ráðist í að skrifa sögubók frá grunni. Og það þarf að gera það? Það þarf að gera það. Bara margar helst. Þegar tíminn hreyfist að þá breytir sagan. Það er ekki þannig að saga sé bara... Sagan er ekki fasti og óumbreytanlegur og hver tími og hver kynslóð þarfnast sinna sögu. Það er nú bara þannig. Og 20 ára fresti? 10 ára fresti? Lágmark. En við erum ekki að tala um að það þurfa að skrifa yfirlitsbækur í sögu á nokkur ára fresti en að taka fyrir málefni frá kannski nýjum og áhugaverðum sjónarhornum eða með einhverjum vinklum sem að svona brenna á samtímanum til að nemendur geti betur tengt við hvað ræðir. Já, líka bara bækurnar séu svona svolítið, hvað ég segja, aðlaðandi. Mér finnst það líka skipta máli. Þú veist að nemandinn fái bókina í höndina, eða bara taki bókina og langi til að opna hana og lesa hana, því að það séu góðar myndir og bókin sé svona sett fram á skýran og aðlaðandi hátt. Og því ég er ekki að tala um að þurfa að vera bók í gamla bókarforminu, það má vera vefbók, en þetta skiptir bara rosalega miklu máli. Við vitum það. Og krakkarnir sem að finna það eiginlega á lyktina að þetta sé úrelt. Já. Ónleikurinn minn segir alltaf, er þetta ekki bara eitthvað 1900? Það er svona, það sé eitthvað bara gammalt sem að... Já, og þar með þarf ekki að ræða. Hún er ekki áhuga því. Nei, akkurat. Hún er eitthvað svo óheppin að eiga gamla foreldran og notar þetta svolítið til að kúa okkur. Það segir, þetta er ekki bara eitthvað 1900? Já, einmitt. En það þarf að endurnýja þetta.
Algjörlega. Ok, stundum það sagt að skóli, eitt af hlutverkum skólans að þjálfa fólk upp í að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi. Það í námskráni, mjög skýrt. Og það þá þarf maður að umgangast fólk af ólíkum kynjum og uppruna og alls konar. En það ætti þá líka að vera nauðsynlegt að sögukenslan sé einhvern veginn í takt við það samfélag sem maður að koma út í. Maður gengur ekki að maður komið út með söguskilning 30 ára gamlan. Þá maður ekki góður í lýðræðislegu samfélagi. Allt skólastarf á Íslandi, samkvæmt námskrám, hvílir á 6 stoðum, grunnstoðum menntunar. Og það alveg sama hvort að við erum að tala um leikskóla eða háskóla. Allstaðar eiga þessar 6 grunnstóðir að koma til skjalana. Og þetta eru fyrirbæri eins og jafnrétti, sköpun, sjálfbærni og svo framvegis. Og okkur finnst einmitt hvergi upplagðara að fjalla um þessi málefni eða taka þau með í reikningin heldur en í sögu. Þannig að sagan feikilega hagnýtt þegar að betur að gáð. Þú nefndir áðan að það væri fleiri fög sem hefðu verið svona dregið úr. Hvað eins og hvað? Ætli það sé ekki bara hugvísindafögin yfir höfuð og jafnvel tungumálin sem að kemur mörgum á óvart að tungumálakennsla hefur dregist gríðarlega mikið saman í skólum og einhvern veginn mikil svona tilfinning fyrir því að enskan sé bara það sem dugir. Þannig að fólk lærir ensku og dönsku náttúrulega í skyldunámi og svo til skamstíma hefur verið að ræða 3. mál og vægi þessa 3. máls það fer sífellt, svona dregur sífellt úr því og fjölbreytnin minnkar hvað í boði þar. Tungumálin eru samt betur sett en til dæmis við að þau geta minnstakosti útvegað bækur að því að efnið náttúrulega, það gefnar út bækur í þýsku eða sem sagt til þýskukennslu bara fyrir alþjóðlega markað til dæmis. Þannig að þau eru ekki að glíma kannski við sama vandamál og viðvarandi námsefni. Sko, við erum náttúrulega í þessari sérkennilegu stöðu að hver í heiminum mun sinna til dæmis kennslu í Íslandssögu ef að við gerum það ekki. Og svarið mjög einfalt. Og það bara ærandi þögn. Já, en svona, ég sem leikmaðurinn að hugsa aftur, þá var svona tímabili talað að skóli ætti ekki að vera svona utanbókalærdómur, heldur ætti að vera bara að þjálfa mann upp í leikni og hæfni, getur verið að sagan hafi gefist eftir þar, að það sem hafi litið á hana eins og hún væri að safna staðrindum frekar heldur en það væri leikni. Eitthvað miskilningur. Ég held að þú hefur alveg sett fingurinn á það þarna. Þetta svona svo ímynd sem að margir hafa af sögunámi. En til dæmis mínar rannsóknir leiða eitthvað annað í ljós, að það sé eitthvað annað að gerast í sögutímum heldur en bara þetta að safna þekkingu. Og þetta einmitt. Það kunna nota söguna, það náttúrulega aðalatriðið. Það beitingin og það það sem ég var að tala um hérna áðan með sjónarhornin og orsakasamhengi og svo framvegis. Þannig það ekkert að nóg að segja að googla þetta bara? Nei, það nefnilega ekki nóg. Þú þarf náttúrulega líka að hafa eitthvað þekkingu og færni til að leggja mat á þær upplýsingar sem þú googlar. Hvað ætlar að fá þá leikni? Ok, þetta hörna og það alvarlegt, vel eins og þetta mikilvægt og þá spurningin hvað ber að gera? Hvað má bjóða ykkur, hvernig við að laga þetta? Ég horfi til kennsluhátta. Það eiginlega það sem að mér finnst vera lykilatriði og ég held að með kennsluháttunum að þá getum við sem að stöndum á sögukennslu sýnt fram á hversu mikilvæg greinin með því að sýna að nemendur vinni sjálfstæð verkefni, læri að hugsa á gagnrýninn hátt, læri að meta gildi heimilda, skilja önnur sjónarhorn heldur en sitt eigið og fleira og fleira. Vegna þess að þekkingin, hún til allstaðar og það mjög auðvelt að nálgast hana en það jafnframt stórhættulegt eins og auður að segja að kunna ekki að leggja mat á hana og gildi hennar. Auður? Þú ert nýri bækur, þú sagðir það. Já, þetta bara margt, ég veit það ekki. Mér finnst þetta auðvitað bara mjög stór spurning og erfið spurning og auðvitað verðum við líka að líta í eigin barm eins og Súsanna Margrét að tala um. Við höfum örugglega heldur ekki verið nóg góð kannski að bara selja söguna eða eitthvað. Við erum kannski svo miklu lúðar bara hérna, sakfræðingarnir. Við erum kannski bara að poppa okkur eitthvað upp, ég veit það ekki, en Bara með þú átt að bara tala að bara auka vægi sögunar bara í umræðunni og bara í samfélaginu. Já, eða já. Hugmyndir fólk svo mikilvæg. Svona já, eða vekja að minnsta kosti athygli og ég held til dæmis að þessar breytingar sem voru gerðar á námskrám skólana, þar sem að sögu var kippt út í sumum skólum af mörgum námsbrautum, að margir hafi bara ekkert gert sig grein fyrir þessu.
það jú þannig að ráðuneyti þarf að samþykkja námsbrautir í framhaldsskólum, en ég ekki endilega viss að þeir hafa eitthvað mjög mikið verið að spá í því að þarna bara vantaði alveg sögu. Ég bara ég tel mér nokkuð viss að það mjög margir í samfélaginu gerir sér ekki grein fyrir þessu. Og ég held nú allavega þegar fólk aðeins eldist og svona, að þá gerir það sér grein fyrir mikilvægu sögunar. Ekki bara að hafa þessa færni sem við erum að tala heldur líka bara að læra sögu. Það líka við verðum að hafa svona smá þekkingu. Ég veit ekki, mér finnst það skipta máli líka. Við verðum að þekkja svona helstu drætti sögunar. Og við þekkjum það alveg að þar sem að valáfangar, þar sem vel staðið að valáfangum í sögu, þá hafa þeir til dæmis verið feikilega vinsælir og notið mikillar hilli. Það er ekki krakkarnir sem hafna þessu? Það held ég alls ekki. En með styttingu námstíma til stúdentsprófs, þá bara miklu minna svigrúm fyrir þetta val. Og svo hugmynd og krafa, hún kom ekki innan úr menntakerfinu? Hún kom frá atvinnulífinu. Og það mjög áhugavert einmitt að reyna að rýna í heimildur og finna hvar kviknaði þessi umræða. Já, í húsið atvinnulífsins? Hún kviknaði þar. Það bara það. Og það er engin ennþá ánægð með það inn í menntakerfinu þessi ákvörðun? Ekki heyrist mér það. Nei, það kemur mjög oft þegar það verið að ræða og bara kemur þetta upp sem vandamál. Já. Herðu, Súsanna og Auður, kæra þakki fyrir að koma hingað og spjalla aðeins sögu. Takk. Takk fyrir að bjóða okkur.